Þegar vora tekur og landið losnar undan viðjum vetrarins, þá það sá tími þegar margir hugsa sér til hreyfings út í náttúrunni. Hópar göngufólks halda þá upp á hálendið með poka á bakinu og göngustaf í hendi. En aðrir nota tækifærið og láta hestinn, þarfasta þjóninn, létta sér sporin víðátturnar. Svipað leyti halda strákarnir í björgunarsveitinni Blakkur á Patreksfirði af stað í árlega ævintýraferð. En þeir fara á hverju vori í leiðangur í Látrabjarg og safna þar eggjum sem þeir síðan selja til fjáröflunar fyrir björgunarsveitina. Látrabjargið, sem 15 kílómetra langt, einn stærsti varpstaður bjargfugla í veröldinni. En 100.000 fugla eiga þar hreiður sín. Uppi á bjargbrúninni stendur viti sem stöðugt sendi frá sér ljósmerki og vísar sjófarendum veginn. Að þessu sinni lagt upp í bjargferðina frá Keflavík sem lítil vík við sunnanvert bjargið. En hvað það sem strákunum finnst svo heillandi við að fara í bjargið? Klifrið. Það skemmt, gaman. Það ekki spurning. Færðu aldrei í magann? Jú, maður fær magann leið að maður komin og maður losnar ekki það nokkrum dögum seinna. Það bara gaman líka. Þetta dálítið hluti af tilverunni að fara í eggin á vorin? Já, það engin tilvera að við sleppum því. Maður var svona hálf smeykur þegar maður fór upp fyrst. En þetta var allt í lagi. Átt maður frátt egg í fyrsta skipti, bjargfuglsegg. Ég er að reyna að fá þennan hérna til að borða eitt egg, en hann harðneitar. Það eru vond, já. Til að komast þangað sem safna á eggjunum þarf að fara meðfram bjarginu og gúmmíbátum. En björgunarsveitin hefur leyfi til að safna eggjum á svonefndum bæjarvöllum sem allstór grasi gróin brekka fyrir miðju bjarginu. Varasamt getur verið að komast í land og verður að vera alveg sjólaust þannig að hægt sé að athafna sig með bátana. Villi fer fyrstur upp í bjargið og gengur frá vaðnum sem notaður til stuðnings fyrir þá sem á eftir koma. Fuglinn byrjaður að verpa og ljóst að eggin eru ný og óstropuð. Því aðeins vika síðan strákarnir voru hér á ferðinni síðast og þá var nánast ekkert að eggjum að hafa. Villi þegar búinn að finna egg og gæðir sér strax á fyrsta hráa egginu á þessu vori. Fyrr á árum voru ný egg á vorin mikilvægur þáttur í lífi þeirra sem bjuggu hér í nágrenni við bjargið og vafalítið hafa þau skipt sköpum fyrir marga sem höfðu þröngt í búi. En bjargið heillar ekki síður þá sem nú á dögum sækja það heim. Fuglinn spakur enda eru ekki eins mikla mannaferðir í bjarginu og áður var. Það þarf að gæta sín þar sem farið brekkuna, því víða laust grjót og ekki væri vænlegt að missa hér fótana.
Þó er yfirleitt auðvelt að komast að eggjunum, en sums staðar þarf þó að þræða skorninga á blábrúninni. Það er því eins gott að vera ekki lofthræddur hér. Brátt eru þeir félagarnir búnir að fara allt svæðið og safna saman þeim eggjum sem hér er að finna að þessu sinni. Næsta skrefið er því að koma þeim heilum og óbrotnum niður af brúninni, en til þess að það megi takast eru þau höfð í plastbrúsum sem eru látnir síga niður í bátinn sem bíður fyrir neðan. Á Patreksfirði hafa menn beðið fullir eftirvæntingar eftir því að geta keypt ný egg og það er engin skortur á viðskiptavinum. Og víst er að ný bjargfuglsegg eru hollur matur þeir sem hér er að vaxa úr grasi. Í fuglabjörgunum fyrir Vestfjörðum fær fuglinn nú að vera í friði til næsta vors.